Góðan daginn, ég býð ykkur velkomin á 400. og 18. fund bæjarstjórnar sem haldinn í fundarsal á bæjarskrifstofunni á Reyðarfirði, Hafnargötu 2 og hér í fundarsal eru starfsmenn, bæjarstjóri og bæjarfulltrúar. Okkur ekkert að vandbúnaði en að vinda okkur í dagskrána. Mér langar að byrja á því að bjóða Valborgu Ösp á vorin og Baldur Martin Einarsson velkominn á sinn fyrsta fund bæjarstjórnar. Alltaf ánægilegt að sjá ný andlit hér í fundarsal. Og þá hefjum við dagskrá. Ég ætla að byrja á því að leita afbrigða frá boðaðri dagskrá og leggja til að á dagskrá fundar verði einnig teknar fundargerðir skipulags- og framkvæmdanefndar frá 23. júní og stjórn menningarstofu frá 24. júní ásamt liðum til fullnaðar afgreiðslu bæjarstjórnar. Er einhver sem að hreyfi því andmælum? Svo er ekki og eru þær þá teknar hér með inn á fundinn. En fyrst á dagskrá í dag eru fundargerðir til staðfestingar og þar byrjum við á fundargerð bæjarráðs númer 948, orðið er laust hana. Ragnar Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja því að fara hérna yfir fundargerð bæjarráðs númer 948 og við byrjum þennan fund á því að fá fjármálasvið inn til okkar til þess að fara yfir þessa fyrstu tvo liði. Og þar er í rauninni fjármálasvið annars vegar búið að vera að vinna að verkefnum frá því síðasta kjörtímabili sem að þau voru að kynna þar fyrir okkur og samhliða því eru þau búin að hefja vinnu við þætti sem að við vorum að leggja áherslu á í kosningabaráttunni og svo annars vegar í málefnasamningnum. Og þau fóru þarna yfir þessa vinnu sem að þau eru í, mjög yfirgripsmikil og það sem er svona verið að straumlínulaga ýmsa þætti í fjármálum sveitarfélagsins og þar er verið einna svona helst verið að fara svolítið gaumgæfilega yfir innkaupin hjá okkur og það er svona meðal annars þar verið að horfa á ávinningin sem við höfum að því að vera aðilar að rammasamningi ríkisins og þau kjör sem að við erum að fá þar, hvort að það sé í rauninni að skila einhverjum raunverulegum ávinningi. Það er ágætis gjald sem við borgum fyrir að vera aðilar að rammasamningnum og þarna er svona verið að meta það hvort að það skilar raunverulegum ábata í rekstrinum. Svo erum við búin að vera að innleiða innkaupakort fyrir starfsmenn sveitarfélagsins og þar er svona verið að gera innkaupin svona í þessum daglega rekstri skýrari og setja þá meiri ábyrgð á þá aðila sem eru með innkaupakort og setur á sama tíma þá líka ákveðin aga í reksturinn hjá okkur. Og það er þá verið að tryggja betri eftirfylgni og betri rekjanleika á reikningum. Nú svo er jafnframt verið að fara svona aðeins smá svona sýningartúr fyrstu skrefin í opnu bókhaldi sveitarfélagsins sem er komin á ágætis veg hjá okkur og þarna erum við í rauninni að fara svolítið svona munum gera þetta svolítið svona þrepaskipt, byrja svona á stóru málaflokkunum eða sem öllum málaflokkum í rauninni og svona þessum stóru liðum inn í útgjöldunum áður en að við munum fara í fleiri lög þar undir þannig að fólk geti kafað alveg ofan í rekstur allra málaflokka hjá okkur en þetta er svona þetta er heilmikil vinna en mun skila sér í framtíðinni hjá okkur og einn auðvitað bara mikilvægur liður í svona þessu upplýsingaflæði hjá okkur. Nú, svo er auðvitað verið að þróa áfram svona
segja, svona sjálfbærni í reikningshaldi og öðru með því að fara í gervigreindina og svona róbótavinnslu og hérna verður gaman að fylgjast með því hvað það mun leiða af sér, en það eru auðvitað sparar tíma starfsfólks og svona sparar okkur þessa handavinnu sem að einkennir oft bókhaldsvinnu. Nú svo var farið yfir innleiðinguna á fjármálareglunum sem við samþykktum í fyrra. Þar er í rauninni komin tími á að við förum svona aðeins að koma fjármálareglunum meiri virkni. Það var lítið frávik á síðasta ári en það er alveg einsýnt að það er svona ákveðnar deildir sem að við munum þurfa að stíga inn í og þá munum við beita þessari fjármálareglu þar og þá er það í rauninni fjármálasvið sem sest niður með viðkomandi deildarstjóra eða sviðsstjóra og þar er farið yfir frávikin og hvaða leiðir eru til þess að mæta þeim. En eins og staðan er núna þá má rekja flest öll frávik í rekstri sveitarfélagsins til langtíma veikinda. Það er ekki mikið önnur frávik hjá okkur. Svo kom staðgengill sviðsstjóra framkvæmda og skipulagssviðs til okkar í lið 3 og var að fara þar yfir framkvæmdir ársins, svona það sem er bæði komið í vinnslu og á eftir að fara í vinnslu í svona flest allt sem að fara í vinnslu í sumar og í vinnslu og það er bara þannig að það er framkvæmdir sem að komið þarna inn á þeim miðar vel. Það er einna helst svona deiliskipulagsvinna sem að situr á hakanum. Við erum auðvitað undirmönnuð og höfum ekki haft skipulagsfulltrúa starfandi. Þannig að það er einna helst þar sem að það hefur orðið einhver dráttur á stöðu mála en framkvæmdir ganga vel og þeim miðar vel og það lítur vel út og jafnframt bara er að standast þau kostnaðarmöll. Svo fengum við kynningu frá fulltrúum ofanflóðasjóðs og Kófi á ofanflóðavörnunum á Eskifirði. Þarna er í rauninni verið að kynna það sem við höfum áður fengið kynningu á síðasta kjörtímabili og er áfram verið að vinna og þar er í rauninni næstu skref að klára uppkaup á mannvirkjum á Eskifirði svo að hægt sé að fara með verkið í útboð. Nú í lið 1.5 þar er verið að framlengja samningin skólamáltíðir. Það er í rauninni bara samkvæmt samningi og þar erum við í rauninni bara að nýta okkur ákvæði í samningnum sem við erum með varðandi skólamáltíðirnar. Annað ætla ég ekki að fara yfir í bili. Þakka þér fyrir það, Ragnar. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið bæjarráðs? Svo er ekki. Þá byrja fundargerð bæjarráðs númer 948 upp til samþykktar. Þeir sem hann samþykkja vinsamlega gefur merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það næst fundargerð hafnarstjórnar númer 342, orðið lust hana. Enginn sem kveður sér hljóðs. Byrja hann upp til samþykktar. Þeir sem hann samþykkja vinsamlega gefur merki. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er komið að fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar númer 61. Og gefa orðið laust hana. Byrja þá að gefa sjálfur mér orðið. En það voru nokkur mál á dagskrá í fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar. Og það langar mig kannski helst að fara inn á lið 1, eða nokkra lið, til dæmis lið 1, þar sem hafa breyting á deiliskipulaginu, Dalur 1, íþróttasvæði á Eskifirði, sem að stóð til að taka fyrir á þessum fundi til að geta hafið deiliskipulagsbreytingaferli sem að tekur þó nokkuð tíma.
En því miður þá náðist ekki að klára skipulagið fyrir tilsettan tíma á fundinum og þurftum við því að fresta þeim lið sem að var miður en verður tekin fyrir strax á næsta fundi. Svo það greinagerðin framkvæmdir ársins eins og Ragnar kom svo sem inn á áðan líka. Þetta sama yfirferð og var farin á bæjarráðsfundi en það var bara mjög gaman og gagnlegt fyrir okkur að fá ítarlega yfirferð þau verkefni sem eru í gangi og eru framundan og sérstaklega ánægilegt hvað verkefnin ganga vel og það nú til dæmis nefna þakið á grunnskólanum á Breiðdalsvík sem hefur lengi verið beðið eftir, það gengur mjög vel og útlitið á þakinu betra en við þorðum að vona sem jákvætt. Þannig að við bindum vonir við að þetta muni ganga hraðar en áætlanir gerðu ráð fyrir. Og svo það Streitiskarfið líka. Ég hvet alla sem hafa ekki komið þangað til að fara og kíkja. En þetta mjög glæsilegur áfangastaður. Þar eru að klára síðasta áfangan sem eru betri bílastæði. Og þetta akkurat við innganginn í Fjarðabyggð. Á Stöðvarfirði búið að klára yfirlögn á Túngötu. Hún var mjög illa farin. Og svo það jákvætt að neysluvatni kemur vel út í sýnatöku, þannig að geislunarbúnaðurinn sem við settum upp virðist vera að virka vel. Á Fáskrúðsfirði verið að vinna við Búðagötu, hún langt komin og við stefnum á malbyggana núna bara á næstu dögum. Það verður að loka henni en framkvæmdir þar búin að vera núna í þó nokkuð tíma. Á Reyðarfirði má nefna uppbyggingu á Stríðsárasafninu sem gengur mjög vel, það búið að reisa veggi á þjónustuhúsi. Og jafnframt búið að skipta alla glugga á grunnskólabyggingu Reyðarfjarðar sem átti að skipta núna í þessum áfanga og þá á bara eftir að klæða það svæði. Á Eskifirði byrjaðar endurbætur á eldri hlutanum í Dalborg sem skilst að gangi líka vel og verður farið þá fullum krafti í sumarlokun leikskólans. Og svo í Neskaupstað var það einna helst Nes- og Bakkagil. Þar sem að það verk gengur líka fram á vonum og á undan áætlun tímalega séð. Og það vonað að hægt verið að opna til dæmis strandblakvelli núna 20. júlí á fjölskyldusvæðinu sem að verið að hefja framkvæmdir við. Og einnig að fara í sumar í miðbæ í Neskaupstað. Samhliða öllu öðru raski sem í miðbænum en það vonandi mun bara ganga vel fyrir sig í sátt við íbúa og ferðamenn og aðra sem kunna þar að vera. En annað held ég að sé ekki, nema kannski bara fagna því að við náðum að klára framkvæmdaleyfi varðandi hjólabraut Neskaupstað sem að ég veit að mikið hefur verið beðið eftir. Þannig að við erum spennt að fylgjast með því verkefni. Einhver annar sem vil kveða sér ljós undir fundargerð? Hjördís Helga Seljan Þóroddsdóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Forseti bæjarstjórnar, staðgengill bæjarstjóra og bæjarfulltrúar byrjuðu að bjóða velkomin á fyrsta bæjarstjórnarfundin, Valdur Marteinn Einarsson og Valborgar á vorin. Gaman alltaf að sjá nýtt fólk hér inni í fundarsal. Ég ætlaði bara svona aðeins að koma yfir það svo sem búið að fara vel yfir þessa fundagerð í skipulags- og framkvæmdanefnd. Eitt sem ég langaði nú samt að tala að bæta við, maður mætti segja, það út af við vorum að formaður skipulags- og framkvæmdanefndar kom inn á Streitiskarfið, en það einmitt fjölskyldugangaðar í dag, klukkan 6 í tengslu við gönguvíkuna og þú veist, mæli bara með að fólk mæti. Við erum reynda bundin hér en þú veist, það væri skemmtilegt að fara með fjölskylduna í þessa göngu. Annars þá langar mig að, nei, þetta bara síma minn hérna. Afsakið. En mér langaði líka aðeins að koma inn á þegar við vorum að taka fyrir framkvæmdaleyfi í tengslu við hjólabrautina. Það langaði mig bara að lýsa yfir ánægju með þetta verkefni. Mér finnst þetta mjög jákvæð framkvæmd sem að mun efla hreyfingu, útivist og lýðheilsu og ekki síst fyrir börn, ungmenni og fjölskyldur. Það var einmitt í boði núna á 17. júní svona hjólabraut fyrir utan íþróttahúsið í Neskaupstað. Og krakkarnir gátu fengið hjólánað og farið í brautina og þetta var virkilega skemmtilegt nema kannski það að það var aðeins of mikið rigning en það stoppaði samt ekki krakkarna við að fara í brautina.
En já, það er sérstaklega ánægilegt að sjá líka í tengslum við það að það er lögð áhersla að vinna með landslæginu og halda raski í lágmarki og skapa aðstöðu sem fellur vel á umhverfinu. Þannig að ég myndi segja að slík nálgun sýnir að hægt er að byggja upp vanda útivistar með virðingu við náttúruna, sem að ég fagna. Og ég tel að þetta hjólasvæði verði mikilvæg viðbót við útivista aðstöðu í Neskaupstað og mun nýtast íbúum á öllum aldri. Og því er ánægjulegt að sjá að þetta verkefni verða að veruleika og við getum öll farið og skellt okkur í hjólabraut í Neskaupstað. Anna held ég, nei, Anna var það ekki. Það er búið að taka ágætlega og fara ágætlega yfir málin hér. Takk. Takk fyrir það, Hjördís. Einhver fleiri sem vilja kveða sér ljósundir fundargerð skipulags- og framkvæmdanefndar? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem samþykkja. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í næsta lið sem er stjórn menningarstofu. Fundargerð stjórnar menningarstofu frá 24. júní lögð fram til umfjöllunar og afgreiðslu. Hver sem kveður sér hljós undir þeim lið. Svo er ekki og byrja hana þá upp til samþykktar þeir sem hana samþykkja. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og þá er það næst almenn mál. Og það eru 3 almenn mál ásækið sem liggja fyrir í dag. Það er að freist grandakynning, hjólabrautar og hann Mýrahverfi í Neskaupstað. Þessu vísa frá skipulags- og framkvæmdanefnd til afgreiðslu bæjarstjórnar en við grandakynninguna bárust engar athugasemdir og var hún því samþykkt af nefndinni. Einhver sem vil kveða sér ljós undir þessum lið? Svo er ekki og berja hann þá upp til samþykktar, þeir sem samþykkja. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það næsta almenna mál sem er deiliskipulagi Leiru 1, Leirubakki 4, óveruleg breyting á deiliskipulagi. Það kemur líka hingað inn frá skipulags- og framkvæmdanefnd. Að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi og nefndin taldi breytinguna ekki hafa grenndaráhrif þar sem þetta er statt innan iðnaðarsvæðis og breytingin snýst að hækka hámarksvegghæð úr 15 metrum í 16. Einhver sem vil kveða sér hljós undir þessum lið? Svo er ekki og berjið hann þá upp til samþykktar sem er samþykkja, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum og þá er það síðasti liður sem er sumarleyfi bæjarstjórnar og þar legg ég til að bæjarstjórn taki sumarfrí í júlí og hluta ágústamánaðar samanber 7. grein samþykkta Fjarðabyggðar og komið saman að nýju eftir sumarfrí 5. 20. ágúst 2026. Einnig legg ég til að bæjarráði verði falið ákvörðunarvald og fullnaðar afgreiðsla mála bæjarstjórnar meðan á sumarfrí stendur, samanber 47. grein samþykkta Fjarðabyggðar. Einhver sem vil koma undir þessum lið? Svo er ekki, þá ber ég það upp til samþykktar, þeir sem hann samþykkja. Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er ekki fleira á dagskrá hér í dag og verður sendt út fundaboð fyrir bæjarstjórnarfund 20. ágúst með dagskrá og segi ég bæjarstjórnarfundi slitið.